Hátt í 200 manns í Neskaupstað og á Seyðisfirði hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu. Hættustig almannavarna í gildi. Fjölmörg heimili víða Austurland hafa verið án rafmagns í dag. Donald Trump sór síðdegis embættiseið sem forseti Bandaríkjanna. Búist er við að hann lýsi fljótlega yfir neyðarástandi á landamærunum að Mexíkó. Í fyrsta sinn í meira en ár gátu Gazabúar lagst til hvílu í gærkvöld án þess að þurfa að óttast sprengjur og dauða. Rústir einar blasa við mörgum þeirra sem loks gátu vitjað heimila sinna. Íslenska karlalandsliðið í handbolta leikur í kvöld mikilvægan leik við Slóvena í riðlakeppni HM. Sigurliðið vinnur riðilinn og fer þá inn í milliriðil í góðri stöðu. Vigdísar bækur, Vigdísar peysur, Vigdísar sýning og Vigdísar námskeið. Þjóðin fær ekki nóg af Vigdísi Finnbogadóttur og þessi áhugi á forsetanum fyrrverandi á sér margar birtingarmyndir. Komið sæl, við erum aðeins fyrir á ferðinni í kvöld vegna beinnar útsendingar frá HM karla í handbolta þar sem strákarnir okkar keppa við Slóveníu í Zagreb og hefst leikurinn að loknum fréttum. En við byrjum á þessu. 30 manns til viðbótar þurftu að rýma heimili sín á Seyðisfirði í dag vegna snjóflóðahættu. Það voru íbúar í Bakkahverfi en ofan við hverfið er leiðigarður sem ekki er tilbúinn og því var ákveðið að rýma húsin. Alls hafa í kringum 190 manns þurft að yfirgefa heimili sín á Seyðisfirði og í Neskaupstað. Þar er í gildi hættustig almannavarna vegna snjóflóðahættu. Fjöldahjálparstöðvar eru opnaðar bæði í Herðubreið á Seyðisfirði og í Egilsbúð í Neskaupstað en flestir fengu gistingu hjá vinum og ættingjum. Rúnar Snær Reynisson fréttamaður og Hjalti Stefánsson tökumaður er í Neskaupstað. Rúnar, hvernig viðrar núna? Það má kannski segja að veðrið sé aðeins byrjað að ganga niður en við Hjalti höfum vissulega verið hér á ferð í Neskaupstað í dag að safna efni. En nú er nýlega lokið samráðsfundi viðbragðsaðila og á þeim fundi var Jón Björn Hákonarson. Segðu okkur Jón Björn, þið hafið fengið aðstoð björgunarsveitarna Gerpis við að mynda snjóflóðin sem hafa fallið hér nálægt Neskaupstað. Eru þetta mörg flóð sem hafa fallið? Já, það hafa fallið 5 flóð hérna innst fyrir ofan Varnarmannvirki og fyrir innan þau þar sem flóðin féll 74. Úr Miðstrandarskarði og Tröllagili og Bræðslugjá, svo eitthvað sem er. Og 3 af þeim svona í stærri lagi og 1 er að fjall niður að Keilu. En þetta eru blaut flóð og það er kannski betra? Já, hitaskiptin er það mikil að neðarlega er snjórinn blautur og tekur við og það dregur úr hraða flóðana, þannig að það er gott, segja sérfræðingar Veðurstofunnar. En má segja að hættan sé liðin hjá núna? Nei, við verðum áfram á óvissustigi í nótt. Hún er ekki búin að þetta dregur úr þessu. Það er á að draga úr ofankominni núna miðnætti og ganga alveg að fullu niður í nótt og í fyrramálið þá þegar Veðurstofan er búin að ráða ráðum sínum, sérfræðingar ofanflóðavaktarinnar, að þá vonandi getur komið til þess að við getum aflétt á morgun. Getum þetta að bíða kannski birtingar meðan menn fara svona yfir, en þannig hvet fólk til að fylgjast með en þetta er að draga úr þessu og þetta er að ganga yfir. Ljómandi, takk hérlega fyrir það Jón Björn og gott að heyra það að fólk geti kannski komist aftur til síns heima í fyrramáli eða hádegisbil á morgun. En það hefur mikið gengið hér á síðasta sólarhringinn og Seyðfirðingar hafa verið innlyksa á bakvið ófæra Fjarðarheiði og það gerðist á Seyðisfirði að þar fæddist barn sem er langt síðan að gerðist þar síðast. Móðirin komst ekki yfir ófæra Fjarðarheiðina vegna ástandsins og en varðskipið Freyja var tilbúið að flytja hana sjóleiðis ef þess þyrfti. En nú skulum við víkja sögunum til Seyðisfjarðar, þar var mikið fannfergi í dag og 40 manns þurftu að rýma heimili sín. Já, þetta er náttúrulega ævintýri að krökkunum finnst þetta alveg gríðarlega skemmtilegt. Það sem að maður hefur orðið vitni að er fólk að leika sér upp á húsþökum af því að það er náttúrulega stutt þangað núna. En þetta koverar alveg gluggana og maður þarf að móka sig út úr húsum. Krakkarnir fóru ekki í skólann. Þau byrjaði náttúrulega bara daginn á því að fara út að leika sér og bjuggu til snjógöng út í hurðina. Þannig að við höfum bara verið að móka og þetta mun vera nokkra daga vinna að koma okkur út hérna.
Á bilinu 20 til 30 manns búa í fjölbýlishúsinu við Gilsbakka og Hamrabakka sem rýma þurfti í dag. Seyðfirðingar eru öllu vannir hvað fannfergi varðar, en snjórinn sem féll í nótt óvenju þungur að sögn Guðnýjar. Það eru gríðarleg þyngsli í þessum snjó. Hann blautur og þetta liggur hérna á öllum trjám. Trén í garðinu mínum eru öll skemmt. Þótt ungviðið kætist yfir ofankomunni eru tilfinningar þeirra eldri blendnar. Samgöngur til Seyðisfjarðar lágu niðri tíma. Innilokunin fyllir suma íbúa óöryggi og ákall bættar samgöngur ítrekað endurtekið. En auðvitað eru hættur hérna allt í kringum okkur. Við erum með háfjöll og snjóflóðahættur hér út allt. Það var barnsfæðing í nótt og hérna á Seyðisfirði og það væri náttúrulega ekki frá sig færandi nema að eina fæðingadeildin okkar hérna á Austurlandi á Neskaupstað. Það voru miklar rafmagnstruflanir á Austurlandi í dag. Það safnaðist ísing á raflínur og þegar mest voru á 300 heimili og fyrirtæki án rafmagns. Og svo var líka fjarskiptasamband, það lá niðri á Grenivík fyrir norðan í dag. Rafmagnsbilanir urðu á 6 stöðum á Austurlandi í dag vegna ísingar sem hlaðist hafði utan á loftlínur með þeim afleiðingum að rafmagnsstaurar brotnuðu og jafnvel brunnu. Á þessu korti má sjá hvaða staðir voru án rafmagns klukkan 3 í dag. Síðdegis tókst að koma rafmagni á Stöðvarfjörð en eftir standa tæplega 40 heimili án rafmagns. Rúmlega 260 notendur hafa glímt við rafmagnsleysi að minnstakosti hluta úr degi. Þá varð fjarskiptasamband úti stund á Stöðvarfirði og einnig á Grenivík. Rétt fyrir klukkan 6 í morgun þá fáum við boð frá kerfinu að við hefum mist samband við búnaðinn okkar á Grenivík og við nánari skoðun þá kemur í ljós að það hefur orðið slit á stoppstreng sem tengir með til Grenivíkur. Bráðabirgðaviðgerð sem gerð var á sama streng á Þorláksmessu reyndist farin í sundur vegna vatnavaxta í Fnjóská. Arna segir aðra bráðabirgðaviðgerð hafa verið óhjákvæmilega í dag þar sem veðurskilyrði hafi ekki leyft frekari viðgerð. Svo náttúrulega mjög óheppilegt að þetta eini stoppstrengurinn til Grenivíkur og fara í ráðstafanir í rauninni og taka samtali að það þarf kannski að huga því að tvöfalda stofnið til Grenivíkur. Viðgerðin gekk vel og skömmu fyrir 2 í dag voru fjarskiptin komin í samt lag. En sambandsleysið hafði töluverð áhrif á samfélagið. Greiðslukerfi lágu niðri og hjá framleiðslufyrirtækinu Farmartika var allt stopp þegar fréttastofa leit við í hádeginu. Og eins og skrifstofan hjá okkur í dag nánast tóma því það getur enginn unnið neina skrifstofuvinnu þegar við erum ekki með netsamband. Þórunn segir ekki síður vont að geta ekki sett sig í samband við þá sem þarf til þess að skýra frá stöðunni. Hún segir mikilvægt að tryggðar séu varalegir svo dagar eins og þessi verði ekki fleiri. Það væri mjög gaman ef við færum að vera aðeins öruggari með. Það ekkert langt síðan að síðasta svona roð varð hjá okkur. En við Hjalti Stefánsson höfum verið á ferð hér í Neskaupstað eins og við sögðum í upphafi og í dag þá hittum við hjón sem þurftu að rýma heimili sitt. En þau ákváðu að gista í hesthúsinu og verja nóttinni með hrossum og tíkinni Dolly. Já, það var svona smá stapp í hrossunum hérna frammi. Maður heyrði alveg en þetta var alveg bara mjög yndislegt Þetta var bara mjög notalegt hjá okkur. Hjónunum var gert að yfirgefa heimili sitt við Kirkjubólseyri í Neskaupstað í gær þegar svæðið var rýmt vegna snjóflóðahættu. Þeim stóð til boða að gista hjá dóttur sinni sem býr á öruggu svæði. Svo fórum við að hugsa hestana og vildi bara koma hingað og vera hérna hjá hestunum og höfum aðstöðu til þess. Við erum hérna með ágætis kaffistofu hérna sem við höfum gott pláss og allt er að elda og gera hvað sem við viljum. Svona einn frá hringin í sofanum Hjónin gátu þannig séð sín 13 hross en þau tóku einnig að sér að gefa 10 hrossum til viðbótar sem flutt voru í reiðhöllina. Einhver urðu þó eftir á hættusvæðum. Eigendur bera sjálfir ábyrgð á að koma hestum sínum í skjól. Guðrún segir að kallað hafi verið eftir aðstoð Fjarðabyggðar við að tryggja öryggi hestana með því að byggja hús undir þá á öruggum svæðum. En sveitarfélagið hefur ekki viljað koma til móts við hestafólk. Þetta dýrt sport og það dýrt að byggja. Fólk kannski ekki með pening á lausu fyrir þetta. Það getur allt skeið, það eins og bara með húsin hérna, sem nú bara næsta blokku okkur sem við búum. Það fór í gegnum hana hérna fyrir 2 árum og ég sé það síðasta flóði. Ég meina, það gæti alveg komið í gegnum hesthús, það veit enginn. Það spáir enginn það. Og þá látum við þessu loki hérna frá Neskaupstað og Austurlandi í bili en við fylgjumst áfram með á öllum okkar miðlum.
Takk kærlega fyrir það Rúnar Snær Reynisson og Hjalti Stefánsson og þið standi vaktina sjálfsögðu áfram. En Theodór Freyr Hervarsson, eins og við sáum á myndunum þarna áðan að það mikið kafalt þarna, en veðrinu að slota? Já, og bara eins og kom fram hérna í fréttum áðan, sko, þá reiknað með að þetta sé að ganga niður í nótt, þannig að og nýjustu spár alveg að staðfesta að svo verður raunin. Ég með kort sem sýnir stöðuna 8 í fyrramálið, þetta eru nýjustu spágögn og þá sjáum við það getur ennþá snjóa lítilega áfram fyrir norðan, allt önnur ákefð og lítið runnu magn sem að bætist við á þeirra á morgun. En áfram verður við náttúrulega vissulega eitthvað hætta á snjóflóðum, þannig að það bara, þó að veður sloti að þá þarf að taka það í myndina að hættan ekki liðin hjá. Eins og Jón Björn Hákonarson sagði að hættan ekki liðin hjá. En þú ferð yfir þetta allt saman núna að loknum fréttum. Gerið það. Takk fyrir það Theodór Freyr Hervarsson. Og við förum til Bandaríkjanna. Donald Trump og J.D. Vance hafa tekið við völdum í Hvíta húsinu í Bandaríkjunum. Nýr forseti heitir því að láta verkin tala strax á fyrstu klukkustundum í embætti. Það var 5 kuldi í Washington í dag og því voru þeir Trump og Vance settir í embætti inni í þinghúsi landsins en ekki utandyra eins og tíðkast. Fjöldi gesta var viðstaddur athöfnina. Einna mesta athygli fjölmiðla vöktu milliardamæringarnir Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, Mark Zuckerberg, eigandi Facebook og Instagram og Jeff Bezos, forstjóri Amazon. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. The office of President of the United States. Þá hét forsetinn því að nú hefðist gullöld Bandaríkjanna. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Fjöldi stuðningsmanna Trumps samankomin í yfirbyggðum íþróttaleikfangi í Washington og horfir þar saman á viðburði dagsins. Búist við að forsetinn heilsi upp á þá í kvöld. Dagný Hulda Trump hefur heitið því að hefur strax handa við það að breyta Bandaríkjunum og hann ætlar að undirrita 200 forseta tilskipanir og þar með setja met. Hvað snúast þessar tilskipanir? Mætti kannski fyrst nefna að þær verði ekki endilega allar að lögum. Af því að ef að fólk telur að til dæmis brjóti gegn stjórnarskrá, þá hægt að skjóta þeim til dómstóla. Þannig að sumar verða kannski aldrei að lögum, en sumar eftir svolítið langa tíma. En það sem svona bandarískir fjölmiðlar hafa fjallað í dag, það sem þeir hafa svona verið lekið til þeirra, væntanlega frá starfsliði Trumps, þetta séu tilskipanir efnahagsmál og orkumál og líka mannréttindi transfólks. Ein af þeim hugmyndum sem hefur verið nefnd að samkvæmt alríkislögum þá verði bara 2 kyn, karl og kona og þessi ákveðið við fæðingu sem myndir náttúrulega hafa mikil áhrif á réttindi transfólks og svo talað líka að hann ætli að náða allavega hluta þeirra sem að réðust inn í þinghúsið þarna í janúar 2021. Það voru mörg hundruð manns, það nú ekki vita hvort hann ætli að veita öllum sakaruppgjöf og svo náttúrulega eins og við var búist þá ætlar hann að ógilda eitthvað af tilskipunum forvera síns Bidens. En ekki líklegt að eitthvað af þessum tilskipunum tengist svo innflytjendamálum? Jú, algjörlega. Það var náttúrulega svona stóra kosningamálið að herða allar reglur innflytjendur og fjölga starfsfólki á landamærunum til þess að svona loka þeim bara. Og það búist við hann undirriti 10 tilskipanir strax í kvöld innflytjendamál og eitt af því sem talað að hann ætla að gera á kjörtímabilinu að ógilda regluna sem hefur alltaf gilt í Bandaríkjunum eða lengi að öll börn sem fæðist þar fái sjálfkrafa ríkisborgararétt óháð því hvaðan foreldrar þeirra eru. Þannig það eru svona hugmyndir greinilega hjá ríkisstjórninni að hætta með þetta og það talað að það myndi brjóta gegn stjórnarskrá þannig að það verður þá eitthvað málaferli tengt í ef af verður. Og það eru auðvitað margir sem hafa búið lengi í Bandaríkjunum án þess að hafa tilskilin leyfi til þess og sumir eiga börn sem hafa aldrei búið annars staðar og þetta fólk margt mjög kvíðið og við skulum aðeins kíkja betur á það. Talið að 13 milljónir manna sem ekki hafa landvistarleyfi búi í Bandaríkjunum. Trump ætlar að lýsa yfir neyðarástandi vegna þessa og fá herinn til aðstoðar við að finna fólk og flytja það úr landi. And very soon we'll begin the largest deportation operation in American history. Sumir þeirra innflytjenda sem ekki hafa leyfi til dvalar í Bandaríkjunum hafa þó búið þar árum saman.
Elena Barrera flutti þangað frá Mexíkó fyrir 27 árum og óttast hvað framtíðin beri í skauti sér standi Trump við stóru orðin. Yo tengo 3 hijos, el mayor tiene 27 años, tengo una muchacha que tiene 18 años y el niño tiene 9 años, perdón. Ellos son nacidos aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago. Börnin hennar hafa bandarískan ríkisborgararétt en hún óttast að verða send á brott. Með aðstoð lögfræðings hefur hún reynt að koma því svo fyrir að eldri börnin fari með umsjá þess yngsta þar til fjölskyldan sameinist á ný, fari svo að hún verði send úr landi. Tengo un poco de miedo porque pienso en mis hijos, que por decir ellos que están en escuela, si un día yo soy aprendida por ICE, ¿cómo les van a avisar a ellos? ¿Quién los va a recoger de la escuela? Y pienso que sería un trauma para mis hijos. Vopnahlé sem hófst á Gaza í gær heldur enn. Í gærkvöld gátu íbúar þar í fyrsta sinn í meira en ár lagst til hvílu án þess að óttast sprengjuárásir og dauða. وكنا مرتاح كانت الأجواء كويسة لطيفة. فرحة كتير لحد ما سمعت الخبر إني عيطت وبكيت. En það ríkir ekki eintóm gleði á Gaza. Sorgin mikil. وقف شلال الدم اللي بيصير هذا شعور لا يوصف والحمد لله رب العالمين ولكن أتينا لبيوتنا وهذا الخراب وهذا الدمار يعني الكلام لا يوصف لا أستطيع مش عارف إيش أتكلم. بقول لنتنياهو افعل ما شئت احنا صامدين على هذه الارض مش حنسيبها. احنا ساكنين في خيم في خان يونس لكن حاليا جينا على الدار لقينا دمار بالمره ما فيش حاجه نسكن فيها. Vopnahléð hefur skapað dýrmætt tækifæri til að koma loks hjálpargögnum í einhverju magni til Gaza. We have been told that the supplies will be able to get in and that all the access restrictions that we were facing for the last 15 months will be lifted. Haldi vopnahléð mun eyðileggingin og þörfin líklegast koma betur í ljós á næstu dögum, þegar gefist hefur ráðrúm til að ferðast svæðið án takmarkana Ísraelshers. 3 ísraelskar konur sem hefur verið í haldi Hamas á Gaza í 15 mánuði fengu frelsi í gær. Í stað þeirra slepptu ísraelsk stjórnvöld 90 úr haldi. Þar voru 69 konur og 12 drengir á úlingsaldri. صراحة لا يوصف حاسس حالي بحلم أو كابوس أو ما بعرف شو هو. يعني شعور حلو بنفس الوقت شعور في غصة لأنه إحنا طالعين على دماء شهداء أولاً. Dunja tvítug og hefur verið í varðhaldi síðan í júlí í fyrra. Hún hefur ekki hlotið dóm en sökuð áróður gegn Ísrael á samfélagsmiðlum. Nú það vel 50 mínútur þar til flauta verður til leiks Íslands og Slóveníu og heimsmeistaramóti karla í handbolta í Zagreb í Króatíu. Einar Örn Jónsson, íþróttafréttamaður, í Zagreb. Það býsna mikið sem að liggur undir í leiknum við Slóvena á eftir og eins og íslensku leikmennir hafa talað í viðtölum, þá líta þeir í raunin á þetta sem fyrsta leik í milliriðli. Bæði liðin eru þegar komin áfram í milliriðli, eru með 4 stig og sama markahlutfall eftir fyrstu 2 leikina. Sigurliðið í dag tekur hins vegar 4 stig með sér í milliriðlin en tapliðið fer bara með 2 stig. Þannig að það að býsna miklu að keppa fyrir íslenska liðið. Þessi lið eru mjög áþekk, veðbankar fyrir mót settu þau í svipað sæti og ég held að frammeiststaðan í fyrstu 2 leikjunum hafi gert lítið annað en að ýta undir það að það eiginlega ekkert á milli þessara liða. Leikurinn á eftir snýst því, hugsa ég fyrst og fremst það lið sem nær betur að laða fram sinn besta leik muni fara með sigur af hólmi. Leikurinn byrjar klukkan 7:30 og sýndur beint bæði á RÚV og lýst beint á Rás 2. HM-stofan byrjar á RÚV núna strax að loknum fréttum klukkan 7. Bækur Vigdísi Finnbogadóttur rjúka úr hillum bókaverslana vegna þáttavesturport sem forsetan fyrirverandi. Marga langar til að prjóna Vigdísar peysu og svo verður þeim ný kynslóð sé að kynnast Vigdísi. Vigdísar æði hafi gripið þjóðina vegna Vigdísar, leikinn að þáttaröðrum líf og störf Vigdísar Finnbogadóttur þar til hún var kjörin forseti. 15 ára gömul bókum hana meðal vinsælustu bókan á Storytel, hlaðvarpsþættunum forsetan fyrrverandi eru þeir næst vinsælustu á RÚV og bækur hana eru rifnar úr hillum bókasafna. Öll inntökin okkar eru komin í útlán og það komna fráttektir, þannig að fólk þarf að bíða.
Áhuga fólkin Vigdísi virðist ekkert óviðkomandi, meðal annars bók sem hún skrifaði Reykjavík árið 1977. Hún á ensku og ætli ferðamönnum, svona göngu leiðsögn Reykjavík og það var komið að spurt hana. Þetta einstakt? Já, ég myndi segja svona mikil áhugi einstakt. Og bókaverslanir fara ekki varhlut af þessum áhuga. Í mörgum þeirra hefur verið komið upp sérstöku Vigdísaborði. Og hverjir kaupa bækur Vigdísi? Ég held að séu bara allir, bæði ungir og gamlir. Og fólk er að rifja upp ýmislegt og svo bara þeir sem að þekkja hann ekki. Og ég held að unga fólki sé að uppgöta Vigdísi. Og fyrir þau sem ekki dugur að lesa sér til, þá Vigdísar sýning opin og Endurmenntun Háskóla Íslands býður upp á námskeiðum Vigdísi. Við ætlum að fjalla uppruna hennar, fortíð, uppvöxt, menntun og reyna svona að kynnast henni frá öllum hliðum. Það segir svo mikið hana. Kjör hennar var mjög umdeilt og þetta var mjög harkaleg kosningabarátta en ég held að svona bara eftir næstu því árið eða 2 þá var hún búin að sameina þjóðina á bakvið sig og síðan hefur hún verið sameiningartákn og heldur þeim sessi. Ullakjóll Vigdísar sem hún klæddist daginn eftir hún var kjörin forseti og var hyllt við heimili sitt líklega ein frægasta flík Íslandssögunar og marga langar í slíkan kjól eftir að hafa séðan í þáttunum. Það svolítið búið að koma til okkar og spyrja uppskriftir. Vilja allir líta út eins og Vigdís? Greinilega, en það ekki leiðum að líkjast. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hátt í 200 manns í Neskaupstað og á Seyðisfirði hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna snjóflóðahættu. Hættustig almannavarna í gildi. Fjölmörg heimili víða Austurland hafa verið án rafmagns í dag. Donald Trump sór síðdegis embættiseið sem forseti Bandaríkjanna. Búist við að hann lýsi fljótlega yfir neyðarástandi á landamærunum að Mexíkó. Í fyrsta sinn í meira en ár gátu Gazabúar lagst til hvílu í gærkvöld án þess að þurfa að óttast sprengjur og dauða. Rústir einar blasa við mörgum þeirra sem loks gátu vitjað heimila sinna. Íslenska karlalandsliðið í handbolta leikur í kvöld mikilvægan leik við Slóvena í riðlakeppni HM. Sigurliðið vinnur riðilinn og fer þá inn í milliriðil í góðri stöðu. Þá þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að veðurfréttum. Svo það eins og við sögðum HM karla í handbolta þar sem Ísland mæti Slóveníu. Við sendum bara góðar óskir til strákana okkar í Zagreb. En fréttastofan segir þetta gott að sinni. Verið sæl.